máli. En ég veit ekki hvort við eigum að byrja á að kynna okkur. Ég heiti Sigmundur Ernir Rúnarsson og er stoltur talsmaður fatlaðs fólks á Alþingi fyrir hönd Samfylkingarinnar. Þannig ef þið ætlið að leggja eitthvað að mörkum, þá þurfið þið að virkilega ýta undir að jafningjar fái einhvers konar mandate eins og að reka skjólshús. Því það gerist ekki annað, annars bara tólkenismi. Ég meina 1 og 1 einhver jafningi á geðdeildum sem 1 af 10 og hvað hefur hann að segja? Jeg vinn hjá Þroskahjálp sem danskan fatlaðs fólks og í stjórninni Þroskahjálpar. Það skiptir máli að fatlað fólk deili sinni reynslu og sinni sögu. Það skiptir máli. Mér finnst að þegar við verðum fullorðin, verður fullum okkar meir yfirandi. Fólk talar meira og meira hvað við getum gert og hvað við getum ekki gert. Fyrir fólk með forskurðarminni ekki næg vinnuboði og ekki næg námstækifæri. Vinnustaðir og skólar þurfa að vera opnari fyrir fjölbreytileika. Ég heiti Grímur Grímsson og ég er fyrir hönd Viðreisnar talsmaður fatlaðs fólks á Alþingi. Hvað það sem þú sagðir, kannski tækifæri bæði fyrir menntun og starf? Myndi kannski vera meira að leyfa fólk bara að koma á vinnustað og búa til eitthvað aðferð eða eitthvað sem fatlað fólk getur komið að prófa. Og líka eins og diplómanám á háskóla, það fyrir að vera meira valmöguleika, svona námstækifæri. Þetta sé bara fyrsta punktur. Ég heiti Ólafur Adolfsson og er talsmaður fatlaðs fólks á Alþingi fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Það var svona bak við eyrað að þarna rosalega fjölbreyttur hópur undir. Þarna eru foreldrar, þarna eru fatlaðir foreldrar, þarna eru foreldrar fatlaðra barna og svo bara reynslan bara eins mikil og hugsast getur. Og þau eru búin að viðurkenna það, að það ekki fötlunir sem vandamál, heldur hindranir í umhverfinu, í samspili við skerðingar. Þá þýðir það auðvitað það að við þurfum að breyta samfélaginu en ekki að halda áfram að reyna að tróða fötluðu fólki inn í einhvern ramma sem var búinn til einhvern tímann guð má vita hvenær. Það er pláss fyrir alla. Hafandi sagt það, þá kunna einhver aðrir að segja nei, það er ekki pláss fyrir alla. Þá skulu þeir bara halda því fram. Þá skulu bara þeir vera í þeirri pólitík. Ég heiti Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir og er alþingismaður Flokks fólksins en ég er einnig talsmaður fatlaðs fólks. Við erum eini málaflokkurinn þar sem að sveitarfélög, ríki og aðrir komast þráfallega og áratugum sama upp með það að fara ekki að lögum. Það er það sem er miklu meira áhyggjuefni. Við fögnum stórum skrefum en það verður til þessar viðhorfsbreytingu og hún gerist helst fyrst og síðast með því að fólk með þroskahömlun og fatlað fólk sé virkar í inngildandi samfélagi. Við ætlum að gera þetta saman, við erum fyrirmynda þjóðfélag og við ætlum að gera það núna með því að taka utan fatlaða fólki okkar og veita þeim þau réttindi sem við höfum allan tíman átt skilið. En annars þá bara til hamingju mikið og rosalega megum vera stolt. Talsmenn fatlaðs fólks heitum við því að hafa samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að leiðarljósi í störfum okkar og gæta réttinda og hagsmuna fatlaðs fólks. Sem talsmenn fatlaðs fólks munum við fræða samflokksfólk okkar um réttindi fatlaðs fólks. Sem talsmenn fatlaðs fólks munum við leitast að tryggja að fatlað fólk fái tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við þingmenn áður teknar ákvarðanir sem það varðar.